Þetta kynning á mynd sem hefur sýnd loftleiðaævintýrið hér í vikunni, mjög áhugaverð mynd. En hingað kominn Guðjón Már Guðjónsson, ég sagði Guðmundsson áðan. Þú ert að starfrækja ásamt mörgum félögum þínum svona hugmyndabanka sem þið kallið hugmyndaráðuneytið og þið hittist reglulega og ég veit að þið eru búin að pæla mikið og við ætlum að fara svona í gegnum smá sýningu sem þú tekið saman handa okkur það sem að þið hafi verið að ræða og við ætlum að byrja svona á því þar sem við vorum hér fyrir hrun í hugmyndinum Ísland sem fjármálamiðstöð. Já, einmitt. Jú, það passar. Við erum að kynna núna eitthvað sem við köllum endurreisnaráætlunina sem bæði hugmyndafræði og tillaga að úrlausn á núverandi efnahagsvanda Íslendinga. Og þetta sem sagt myndin sem við sjáum hér, hún svona endurspeglar svolítið svona ákveðinni framtíðarsýn sem ég held að hafi nú ekki endilega verið framtíðarsýn fjöldans, það að Ísland ætlaði að vera alþjóðleg fjármálamiðstöð. Og ég spyr mig og við spyrjum okkur svolítið, var þetta sameiginleg framtíðarsýn þjóðarinnar eða hvað? En talandi framtíðarsýn, að þá það þannig að það er spennandi að skoða hvort að þjóð geti átt sér framtíðarsýn. Þetta finnst okkur spennandi að skoða. Og ef við skoðum til dæmis bara fyrirtæki eins og General Electric, þeir eru með álíka jafnmarga starfsmenn og við Íslendingar. Þeir eiga framtíðarsýn og vita fyrir hvað þau vilja standa sem fyrirtæki. Og þess vegna velti ég þessu fyrir mér, geta Íslendingar gert svipað þó við séum alls ekki fyrirtæki, en það er svolítið gaman að skoða svona áþreifanlegar það sem áþreifanlegt þarna úti. Og ég vil varpa líka fram að talandi þetta áþreifanlega og þetta svona óáþreifanlega. Við eigum þessar náttúruauðlindir. Við erum með fiskinn í sjónum og við erum með orkuna. Og ég vil varpa fram þeirri svona spurningu til ráðamanna þjóðarinnar hvort að þetta framkalli svona ákveðna hugsanaleti að við bara erum alltaf með, við getum bara aðeins átt við kvótan eða við bara leysum hlutina með því að nýta orkuna byggja upp álver. Og ef við skoðum aðrar þjóðir eins og til dæmis bara Dani, að hvað hafa Danir? Þeir hafa bara mannauðinn og það má nefna fleiri þjóðir, Finnland sem dæmi. Og þar þýðir ekkert að treysta á þessa grunn náttúruauðlindir og þetta þurfum við Íslendingar svolítið að íhuga. Við unnum ákveðna rannsóknarvinnu í hugmyndaráðuneytinu og gerðum svona smá forkönnun á svona framtíðarsýn þjóðar, hver hún geti verið og niðurstaðan á þeirri forkönnun rannsóknarvinnu var það að í grunninn erum við með þekkt lífsgildi þjóðarinnar, það að við vitum Íslendingar hver okkar gildi og fyrir hvað við viljum standa. Og það byggjum við síðan tvo aðra kjarna og það það sem kom á þessari rannsóknarvinnu og það sjálfbær þróun sem kom mjög sterkt inn og var raunverulega mjög nýtt fyrir mjög marga en samt mjög sterkt og ofan á það það nýsköpun. Og við tölum bara svona fyrsta kjarnan eins og varðandi gildismatið, þá mjög gott eitthvað áþreifanlegt, getum borið það saman við fyrirtæki, að það eru fyrirtæki þarna úti sem eru með mjög þekkt gildi og við þekkjum þau svolítið á þess að hafa kynnt okkur fyrirtæki sérstaklega eins og bara með Disney og IKEA. Svo eru fyrirtæki sem hafa líka glatað gildunum sínum, svolítið í svona skammtíma hugsun, skammtíma græðgi og það þarf alla að hafa mörg orðum gildin hjá fyrirtækinu eins og Enron og annara fyrirtækja. Svo það næsti kjarnin og það þessi risastóri málaflokkur sjálfbæra þróun. Hann svo stór að við Íslendingar, við viljum helst ekkert vita hann sko. Við erum bara með fiskinn okkar og við erum með orkun okkar og þetta ekkert fyrir okkur að hafa áhyggjur af. En staðreyndin svo að þjóðarleiðtogar heimsins, Obama og aðrir sem að stýra heimsveldum eins og Kína og svo framvegis, þurfa að íhuga þetta að ef við myndum öll neita til dæmis eins og Bandaríkjamenn, þá myndum við þurfa meira en 5 jarðir og með Breta þá þurfum við cirka bát 3 jarðir. Íslendingarnir rétt á milli. Hins vegar þetta í raun og veru stóra tækifæri Íslendinga að ná svolítið utanum þennan stóra málaflokk sjálfbæra þróun og vera í raun og veru fyrirmynd heimsþorpisins. Við erum bara 300.000 manna eining í 7 milljarða heimsþorpi og við þurfum að átta okkur að hvert okkar hlutverk í þessu heimsþorpi. Hér höfum við smæðina sem tækifæri og við getum innleitt hér hluti sem tengja sjálfbæri þróun eins og til dæmis það að hætta allir sér rosalegum innflutningi og orku. Við erum að flytja miklu meira orku en við þurfum. Hér getum við til dæmis breytt bílaflótunum yfir í rafbíla eða metan og vetni og svo framvegis. Við getum þess vegna skoða nýtt form af gjaldmiðli, hver veit hvað evran mun lifa þetta af eða bandaríkjadollarinn, alla þessa innspýtingu sem allar sem þjóðir, allar sem peningaflættu sem eru í heiminum í dag. Og þetta ákveðin tækifæri.
Og svo það í þriðja lagi með nýsköpunina, þá þarf hún fyrst og fremst að gerast í stjórnsýslunni. Síðan koma fyrirtækin og spotarnir og það sem mikið talað Eitt bara varðandi framtíðarsýnina, hvernig tókst okkur að koma til tungsins svona sem dæmi? Og tókst það með því að vera með mjög einfalda framtíðarsýn. Og hún var svo að þegar að Kennedy talaði það að áður en áratugnum lokið, þá ætla að koma mann á tunglið og heilum á höldinu tilbaka. Og þetta bara umbreytti öllu. Bara það að starfsmaður sem var í bókhaldinu NASA gat sagt, ég vinn við að koma mann á tunglið, það mjög einfalt, allir skilja það. Atvinnulífið sáum sitt, það var fyrirtæki sem bjó til sérstaklega space penna sem virkaði í geimnum, af því að kúlupenninni virkuðu ekki. En hvað gerðu Rússar? Þeir bara voru með blýant. Þannig að það eru ótal margar leiðir að framkvæma framtíðarsýn. Og við erum svolítið mikið á Íslandi bara að rífast alls konar útfærslur. En hvað sýnin okkur Íslendinga? Við ræðum ESB eða ekki ESB og þjóðin hálfpartinn klofin þegar við þurfum akkurat á samstöðu að halda, hver svo sem lausnin Við þurfum að eyða tíma í það fyrir hvað Íslendingar vilja standa. Þess vegna erum við með þetta verkefni í gangi innan hugmyndaráðsins og við erum með ákveðið tól sem við gáum þjóðinni sem framtíðarsýn.is þar sem fólk hefur eitt blað og getur skilgreint fyrir hvað við viljum standa. Og sendi ykkur sem sagt tilbaka? Já, það skráð þetta bara á netinu, mjög einfalt sko. En núna förum við smá ferðalag og förum við ferðalag inn í hálffulla glasið og tökum hálftóma glasið og setjum það bara hérna frá okkur og skoðum aðeins hvað tækifæri við höfum í dag. Við höfum talað mannauðinn og svolítið hortið dana að finna þar. Náttúruauðlindir okkar, sérstaklega eins og í orkunni. Smæð þjóðarinnar, ég kom inn á það áðan með tækifærið kringu það innviða hér hluti hratt og það áður en hægt að fara til ráðast í gífurlega fjárfestingar eins og í Kína, Indlandi, Bandaríkjunum og annað. Gjaldmiðlun og gjaldeyrishöftin, býtum við akkur það tækifæri, kemur til síðar og síðan ímynd Íslands jafnvel erlendis. Ég vil nefnilega meina að þetta allt saman hugafar. Stæðstu tækifærin eru það sem að vandamálin eru stæðst. Það spurning hvaða hugafar við förum inn í þessa vinnu með. Hver getur hugsanlega lausnin? Við höfum áður skoðað lausnir á Íslandi og við réðumst til dæmis út í Kárahnjúkavirkjun. Hún kostaði 200 milljarða. Það sem við segjum eru 200 milljarðar í nýsköpun. Ekki bara eitt, heldur gerum ólíka hluti og látum fjölbreytileikann ráða hér ferðinni í nýsköpun sem eru þessar sköpunargreinar. Þannig að við segjum 200 milljarða í nýsköpun. Hvernig gerum við það? Það má segja það að fagleg stjórnun áhættufjármagni eru svona pensla nýsköpunar. Þá spyrjum við okkur, hvar finnum við þessa þekkingu og hvernig finnum við þessa þekkingu til þess að innleiða svona framtíðarsýn? Jú, málið það að það eru fyrirtæki þarna úti sem að sérhafa í þessu. Stór út í Kína, í Bandaríkjunum, Evrópu og svo framvegis og þetta eru margir að stæðstu svona áhættu fjárfestingarsjóðum í heiminum. Ég nefni til nokkra sem dæmi, það var bara svona að handófið svolítið, bara til að gefa okkur pínulegt sýni í þetta. Þessi sjóðir eru til. Það eru sjóðir sem að hjálpa Obama í að innleiða græna orku og reyna að hjálpa bíleiðinanum og sólarorku og annað. Það eru fyrirtæki sem öflugu örtækni og líftækni og upplýsingatækni og svo framvegis. Við erum að velja 4 bestu sjóðir til að vinna með okkur og hvað hafa þessi sjóðir? Þeir hafa mikið traust, þeir hafa mjög öflugt alþjóðlegt tengslanett, þeir hafa 30 reynslu í ávaxta sitt fé, búið þekkingu og hvað mikilvægast fyrir Íslendinga? Það enga pólitíska tengingar, engin frændi, bróðir, gamall vinnufélagi. Þeir koma ferskir með mjög skýra sýn að hjálpa okkur að vinna í heimstorpinu á heimsins stærstu vandamálum. Það er svolítið spennandi að vera Íslendingur í slíku landi. Fjárfestingarstefna þeirra myndi vera mótuð af framtíðarsýn þjóðarinnar í þessu heildarsamhengi með heimstorpið og leggja áherslur á sköpunargreinarnar sem eru byggja undir grænum iðnaði, líf, erfða, og upplýsingatækni. Hvernig útfærslan á þessu? Jú, málið það að þessi peningar, þeir eru þarna einhvers staðar í kerfinu og ég vil nefna fyrst og fremst til dæmis krónubréfin og notabene, við eigum ekkert tilkall til þessara peninga í dag. En það mikið tækifæri fyrir Íslendinga að ná þessum peningum inn í hagkerfið. Mjög mikið tækifæri. Og þessi gluggi eru opið núna næstu mánuði. Hvers vegna myndu þessir handhafar, þessu erlendu aðilar, handhafa þessar verðbréfa, þessu skuldabréfa, þessu krónubréfinu vilja skipta? Jú, ég taldi upp nokkuð tækifæri hérna áðan. Við ætlum að búa til tækifæri úr gjaldeyrishöftum og hérna þeir eru í dag fastir með krónurnar og þeir líta svolítið á það að Íslendingar séu nú hálf bara gjaldþrota og jafnvel bara ráðþrota þjóð. Og Seðlabankan hefur mikinn tækifæri, ef hann lækkar vexti, þá verður miklu meiri áhugi hjá þessum handhöfum krónubréfa að færa þetta yfir í þessa sjóði með því að lækka vextina. Svo eru allir seðlabankar
að prenta peninga. Við vitum það og við sáum það bara eftir G20 leiðtogafundir hvað Obama og aðri leiðtogar voru að leggja til við aðra þjóðir að fara út í svolítið massífa peningaprentun. Ég hef svolítið spurt mig að hvort að það sé þá verið að dæla því peningum yfir í kerfi sem virkar eða ekki. Við getum fundið það út hér á Íslandi. Það má líta svolítið til sem dæmi til Marshall-áætlunarinnar. Hún var sem sagt þó að hvatinn þar var neikvæður. Stríð, kalda stríðið, Bandaríkjamenn við Sovétríkin, en ef við horfum að hvernig það breytti Íslandi, raunverulega stórmerkilegt. Þetta, útflutningur Íslendinga fyrir Marshall-áætlunina var eitthvað 12 milljónir á þá var þetta gjaldmiðli. En þetta stórbreytti öllu, við gátum keypt togara og við vorum að efla nýsköpun þess tíma. Og það má aðeins læra af þessum gjörning hér fyrir Íslendinga og það tækifæri sem við höfum í dag. Þannig að það sem við erum búin að gera núna í þessu ferðalagi okkar, í hálf fulla glasinu, að búa til tækifæri úr vandamálunum, erum við búin að taka alla þessa stóru málaflokka, öll þessi vandamál og við erum búin að færa þau yfir í tækifæri í svona ákveðna áætlun sem býr til fjölbreytileika og vinnur og hlúir af framtíðar þjóðarinnar. Og hvernig þetta framkvæmt? Jú, það er þannig að við smíðum lausnateymi sem ekki eingöngu með hagfræðingum, endurskoðendum og lögfræðingum. Við þurfum að vera með jafnvægi og skapandi hugsun. Það má ekki bara vera einsleitt teymi í að leysa þetta. Þannig að það er mjög mikilvægt núna að ríkisstjórnin, hún móti teymi þar sem að við náum að efla skapandi hugsun í lausnarhugsunni. Þannig að það sem við fáum út úr þessu er að næsta Ísland verður land tækifæranna. Við verðum svona nýsköpunarlandið og við verðum til þess að það er miklu frekar að erlendir vísindamenn og aðrir flytji til Íslands og við þurfum ekki svona að hafa áhyggjur af einhverjum landsflótta ungra talentara háskólastúdentar og svo framvegis. Hér verður bara mjög spennandi að lifa og við verðum með tilgang, þessi eyja, við verðum svona bjarta ljósið í norðri með tilgang í heimsþorpinu. Það er ekki flott. Já, þetta er hugmyndið að Íslendingar byggja sig upp úr hruninu og verði í fyrirmyndarland. Já. Og þú telur að við eigum tækifæri. Við eigum stórkostleg tækifæri og þessa áætlun sem við erum að kynna hér, það er að framkvæma hana á 3 mánuðum. Já. Og þetta er náttúrulega athyglisverður punktur til dæmis að við tækjum að okkur að verða samfélag sem er óháð olíu til dæmis. Akkurat. Ég með sér bara vandan í Kaliforníu. Þú sér bara það að hvaða vanda bara Kínverjar er að ráðast úti núna í sinni neysluvæðingu sem betur fyrir þurfa þeir ekki nema bara lítinn hluta á einni jörð. En við sjáum hvert heimurinn að fara og málið er það að eins og stóru leiðtogarnir vita og það sem er of flókið fyrir almenning að setja sig inn í að varðandi plánutu þörfina, varðandi þetta neyslumyndur heimsins, að það er alveg ljóst að jörðin, hún mun lifa mannkynið af, hún er 5 milljarða ára gömul, en mun mannkynið lifa sjálft sig af. Það er spurning. En þetta er enda svolítið merkileg hugmynd sem er Ísland sem tilraunastofu, vegna þess að sumir segja að við höfum orðið að tilraunastofu fjármála óráðsíu og menn eru að horfa á Ísland og mikið að fjalla Ísland vegna þess að Ísland virkar eins og tilraunastofa, því að þetta er smærri í sniðum og kannski einfaldar ná utan á það. En þarna er þetta stinga upp á því við verðum öðruvísi tilraunastofa. Við erum með einn öflugasta infrastruktúr í heiminum. Við erum að hámennta fólk og við eigum tækifæri, ég heldur besta tækifæri af þessu vestrænu þjóðum að snúa blaðinu við. Við eigum tækifæri að gera módelin hér áður en að þau eru innleidd eins og inn í Kaliforníu eða inn í Kína eða Indlandi. Og ég held að þetta hafi verið áhugi til dæmis, þetta er eitthvað sem vekur áhugi á Obama og við sendum einmitt erindi til Obama og annarra leiðtoga inn á G20 leiðtogafundin núna í byrjun síðasta mánaðar. Og okkur finnst mjög spennandi að hann hafi komið í framhaldinu til okkar utanríkisráðherra og lýsti yfir miklum áhuga að koma til Íslands og hann taldi upp akkurat þá hluti sem við nefndum í bréfum til hans. En fólk getur starfað með ykkur eða í þessu hugmyndaráðuneyti? Algjörlega. Og einfaldasta leiðin er að fara á vefinn hjá okkur sem er hugmyndaráðuneyti.is. Það er opið öllum. Þetta er byggir algjörlega á sjálfboðavinnu og er algjörlega fyrir utan hugtaki pólitík og peninga. Þannig að við náum svolítið hreinni hugsun. Við erum að færa ykkur mest yfir á að hugsa svolítið out of the box og þannig ég hvet alla til þess að taka þátt í starfinu með okkur og þessi áætlun sem ég var að lýsa hér, ég fór svolítið hratt yfir hana, hún er til á netinu, það er hún til í miklu meiri detail, hún er vissu ykkur 70 mínútna myndband þar, þannig að
ég held að mér að tekist að kominu frá mér á 12 mínútum. En þetta líka svolítið merkilegt að þú segir sko að við megum ekki bara vera með lögfræðinga og hagfræðinga og endurskoðendur, við þurfum það þarf að virkja alla aðra, það þarf að virkja fólk sem við ísa mentu, það þarf líka að virkja sjómenn, það þarf líka að virkja við verðum að vera með skapandi fólk allstaðar. Það þarf að vera með skapandi fólk með í þessu lausnarteymum. Við náttúrulega fyrsta lagi þurfum við auðvitað að vera með lausnarteymi og á öllum vígstöðum. Og ég vil leggja áherslu á það að við gleymum ekki skapandi hugsun í þeim ferli. Við verðum að horfa fram á veginn. Það gríðarlegt tækifæri sem við Íslendingar eigum í dag. Við höfum að nýta þetta tækifæri og ég held að tækifærið sé mest á Íslandi af öllum vestrænu þjóðum. Ég held að. Það upplýfgandi að hlusta á þig. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Takk hérlega. Þetta búið í dag. Við erum aftur hér að vikuleiðinni. Takk fyrir að horfa. Takk.